Þú heldur að það komið kannski fyrr út af skápnum ef að þú veist, ef að eins og þessi setning, hún alltaf svona, hún alveg svona þung, Já, sko. hann þung. Hann að þú veist, 7 ára setna, sko. Þú veist, maður alltaf svona fyrir sér, þetta ég alveg sammála, kannski þú veist, kannski þínu félagi sem áttu nú marga góða handballtölu, örugglega ekkert eitthvað svona illt, en þetta eitthvað þessi orrað sem skiptir rosa miklu máli, sem skiptir máli á þjálfurum að grípa inn í. Einmitt. Að og vera þessar sterku fyrirmyndir og það skiptir líka svo miklu máli þú ert í hluta hóp, það að tilheyra samankvæmt sem nýbyrjar að æfa íþróttina og þú vilt bara alltaf tilheyra þannig að skiptir svo miklu máli að athygli þjálfara hún sé, þú veist, ég veiti þér sömu athygli sem einstaklega nýbyrjar og ég veiti kannski þeim tveimur sem eru óbáslega öflug í íþróttinni skilur en ég geri það á mismöndi hætti þannig að það skiptir miklu máli að þau tilheyri því að það þurfa allir að finna að vera með styrkleika og en síðan líka komum við akkurat inn í þetta eins og með skólakerfið og íþróttinar og það þessi, alltaf að tala um farseldin og svona, það þarf að vinna þessi kerfi þarf að vinna saman af því að búa til heilstöfta einstaklinga og ekki að vinna svona sitt hverju lægi sko. Það skiptir óbáslega miklu máli. Svo líka svo áhugavert, þú veist, eins og þú lýsir þegar að þú kemur út úr skápnum að þú þá fer strax einhvern veginn að tekur það upp á þína arma að þú veist vera í einhverjum aktivisma, þú veist, að tala opinskátt þetta og svona sem skiptir þetta máli en þú veist, mætti ekki dreifa því á herðar allra hinna, eru það ekki líka einmitt bara gagnkynhneigðu kallarnir sem að eru kannski svolítið dóminerandi inn í þessu rými sem að mætti vera duglegri að þú veist, klokka og grípa þegar að svona orðræða á sér stað, það sé ekki alltaf á herðum þess sem verður fyrir aðkastinu, eða hvað segir það? Ég? Já. Ég dæmdur til að taka þetta. Já. Nei, jú, þetta það alveg rétt, ég meina það þetta, þú veist, þetta snýst að einhver hluti fyrirmyndir og mig skorti þær klálega, þú veist, og var kannski einhver hluti einn af þeim fyrstu, en það var nú komið einhverjir í kjölfarið í hinum ýmsu íþróttagreinum og líka erlendis, en þú veist, ég sagði að þegar ég kom á 2007, þetta verður eftir 5 ára orðið allt annað, það verður bara, þú veist, allir bara komnir út og rosa stuði í ensku úrvalsdeildinni, bara 10% allra veru homar þar, en það er ekki fræðilegur að það sé að gera, sko. Það er ennþá mjög fáir bara sárafáir, já. En ég held að ég bara tekur hérna á Íslandi í fótboltanum, þá get ég nánast sagt opinberlega engin. Þá er ég meina bara, þú veist, og þá vitum við samt að það er ekki tilfellið þú veist, Nei, við vitum ekki tilfellið, samt sem áður hefur klefamenningin, vitum við ekki að klefamenningin var hérna á sínum tíma sko. Og þeir einstakling sem og þeim tíma ég er nú 42 ára kól sem trúið ekki sko. Og að þú veist, fyrir 20 árum 20-25 árum þegar maður var á þessum úlingsaldur var klefamenningin, hún var alveg svona aggressífur enn í dag, hún er miklu betri í dag og við flottar fyrirmyndir en samt sem áður þá þróttar að sé fólk sem sýnir mikið öryggi og stígur út eins og í handboltheiminum sem erfitt, það sem handboltheiminum var nú líka aggressív eða á sín tíma það sem flengingar þóttu nú bara daglega brauð eða eitthvað nýra að spila og ýmislegt svona, en þá vortu samt ekki komið með fjöldan sem maður hefði haldið sko. Þannig að orðan skiptimáli og einhvern veginn þú veist, svo sem margt í þessu skilur, við erum að reyna að fara í þessu siglu og við erum að sí líka sínu hörku en á sama tíma verðum við líka svona einhvern veginn að viðurkenna mýktina sko og rósa þeim fyrir bara að sína samkennd, þú veist, leyfa sér sína tilfinningar og við sjáum svona alltaf meira og meira en ég held að þetta er alveg svona, þetta er hæg þróun, ég getur sagt sem svo er þróun skildi kalla.